Já, takk fyrir það. Formenn flokkana gerðu það fyrir okkur að bíða hérna þangað til við fengjum nýjar tölur úr Reykjavík til þess að hafa meira að tala. Því vorum búin að lofa ykkur því, kæri áhorfendur, að þau kæmu hingað fyrr. Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstri grænna, við verðum eiginlega að byrja á þér og þínum skýringum á því hvernig stendur á því að þinn flokkur sem var stikkfrí af hruninu ekki að skora hærra. Já, það nú mjög tvískipt. Mér sýnast úrslitin vera mjög tvískipt í þessum kosningum. Við erum með 2 stórsveitarfélög, Reykjavík og Akureyri, þar sem að gerast mjög sögulegar breytingar. Og framboð sem standa utan hinna hefðbundnu stjórnmála eru að vinna stór sigur. Og þar látum við undan síga eins og allir aðri flokkar. Þegar ég skoða svo og fer yfir úrslitin svona annar staðar í landinu, þá sýnist mér að við séum að fá bærilega kosningu í fjölmörgum sveitarfélögum og jafnvel inn sveitarstjórnarfólk á nýjum stöðum. Þannig að þetta eru blendin úrslit, þetta eru mjög umhugsunarverð tíðindi sem að gerast hér í Reykjavíkurborg og á Akureyri. Þó svolítið óskild séu því að á Akureyri náttúrulega eldlisti sem búinn að vera í bæjarstjórn og á þar ákveðna kjölfestu, en hér algjörlega nýtt óþekkt stjórnmálafl sem að menn vita kannski ekki mikið hvað stendur fyrir, að vinna stórsígur í Reykjavík og það eru þetta fólkin í því mikil skilaboð inn í íslensk stjórnmál. En það ekki visst áfall fyrir ykkur líka, Steingrímur, að það sé verið að hegna ykkur, af því að þið hafið haldið því fram og þið hefur auðvitað réttilega verið haldið á lofti að þið voruð ekki í ríkisstjórn til dæmis þegar þetta hrun varð, sem að virðist nú vera megin ástæðan, leyfið mér að segja, fyrir þessari raskkelningu sem að þessi fjórflokkur svokallað að verða fyrir, og þið eru talin með inn í þeim hóp. Er það ekki áfall fyrir ykkur? Já, það voru nú ýmsir ansi duglegir við það að tala mikið fjórflokkin í og með til þess að draga okkur með. Kjósendur virðast nú líka hafa tekið undir það. Já, en það alveg greinilegt að kjósendur sérstaklega á þessum stöðum og nokkrum leyti í Kópavogi, þar sem menn fengu færa á algjörlega nýjum framboðum af þessu tagi eða framboðum utan hinna hefðbundnu stjórnmála eins og gerist á Akureyri. Þeir notuðu tækifærið og verðlaunuðu þau framboð og það bitnaði okkur eins og öðrum. Og auðvitað eru það vonbrigði, en mér sýnist samt svona í það heila tekið á landsvísu síðan við að halda ágætlega okkar stöðu sem sveitarstjórnarflokkur. Við erum að sjálfsögðu ekki að ná sambærilegum árangri núna á sveitarstjórnarstiginu og við náðum í síðustu alþingiskosningum. Er þetta að koma þér í, þessar tölur eins og það lítur út í dag, er þetta að koma þér í opna skjöldu? Nei. Þetta eru mjög svipuð úrslit mjög víða í sveitarfélögunum eins og ég átti vona og alveg bærilega. Og líka Reykjavík? Við erum að fá fínustu kosningu, Seyðisfjörður, Strandabyggð, Húsavík, Akranes, Borgarbyggð, Skagafjörður, Rangárþing eystra. Við höldum okkar stöðu, við bætum við okkur í Hafnarfirði, höldum okkar stöðu í Kópavogi, í Árborg. En í Reykjavík er þetta minna en við höfum vonast eftir. Við erum þó væntanlega með manninni og á Akureyri verður mjög dramatískar breytingar og þar er bara einn turn sem eldlisti Odds Halldórssonar og félaga og allir hinni flokkarnir eru komnir niður í 10–12%. Jóhanna, fyrir ykkur í Samfylkingunni hljóta þetta líka að vera vonbrigði. Þeir eru að missa meirihlutann til dæmis í Hafnarfirði og þeir eru hreinlega að fá mjög slæma kosningu í Reykjavík. Já, ég tel að þetta sé bara áfall og skellur fyrir bara allan fjórflokkin, alla þessa 4 gamlu flokka. Og ég held að við séum að upplifa hér mikil kaflaskil í íslenskri pólitík sem mun hafa mikil áhrif á hið pólitíska landslagi inn í framtíðina. Og mér segir svo hugur að þetta sé svona bara upphafið að endalokum fjórflokka kerfisins. En tekur þú þetta til þín persónulega? Að þú talar um þetta áfall fyrir fjórflokkin? Ég ætla ekki undanskilja mig neinni ábyrgð í þessu og ég tek þetta mjög alvarlega og við í Samfylkingunni hljótum að fara í það að skoða mjög vel stöðun eins og reyndar allir þessi 4 flokkar hljóta að gera vegna þess að þeir tapa allir mismikið eftir til hvaða stað er hort. Ég var að vona að við héldum sjó hér í Reykjavík og það er ekkert útséð það. Þessar tölur sem núna koma eru verri en þær fyrri og staðan í Kópavogi, við missum þar mann en meirihlutin þar fellur og staðan í Hafnarfirði er ekki góð en ég bend á Akranes, þar erum að vinna stór sigur og við höldum vel velli bæði Ísafirði og Dalvík svo dæmi sem en Hafnarfirði hefur nú verið höfuðvígi. Já, það er alveg rétt en þetta er alveg augljóslega krafa breytingar sem allir flokkarnir 4 hljóta að taka mjög alvarlega. Sigmundur Davíð, ég spil þig nú bara eins og Einar hérna á það lítur að vera svolítið sérstök tilfinning að vera formaður Framsóknarflokksins þegar hann nær ekki
inn manni í Reykjavík eins og þetta að gefa til kynna núna? Já, þegar að svona atburðir verða eins og í Reykjavík þá lítur nú eitthvað undan að láta og við vorum kannski ekki í stöðu til að verjast því að nýr flokkur kom og taki 40%. En hins vegar sjáum við hversu fráleitar þessar fyrstu tölur voru og í raun alveg ótrúlegt að menn skuli hafa byrt þetta með þessum hætti 13 atkvæði. Þegar augljóslega einhvað allt annað raunin. 2,9% er verið að telja áfram, þannig að ég held að þetta fara varlega að vera með miklar yfirlýsingar Reykjavík áður en við fáum þriðju tölurnar. En hvað sem því líður, þá eru örugglega Reykjavík svekkelsi og það eru nokkuð svekkelsi en miklu fleiri sigrar og víða stórsigrar, meðal annars nokkrir hreinir meirihlutar og mér sýnist að á allmörgum stöðum séu við að ná mesta fylgi í áratugi. Þetta mjög tvískipt. Þéttbýlið ekki ykkar? Það annars vegar, hvað segirðu? Þéttbýlið ekki ykkar? Nei, það það sem að reiðin mest og það hefur áhrif náttúrulega sérstaklega það sem að eru þessi nýju andófsframboð og það svo sem skiljanlegt að menn skuli vera mjög ósáttir við það sem nú tala stöðugt sem fjórflokkin. Allir þessir fjórir flokkar setti saman í einn hóp, ef það ekki talað fjórflokkin þá talað stjórnmálastéttina sem mjög óheppilegt fyrir lýðræðið, það hætta að aðgreina og meta hvern og einn. En allavega það samt má segja skiljanlegt að menn séu svektir. Vegna þess að hér var það var náttúrulega hrun og svo upp úr því nokkuð svona bylting og miklar vonir bundnar við það. Svo erum við búin að vera með ríkisstjórn núna í 1,5 ár og það gerist ekki neitt. Í rauninni á margan hátt bara versnar ástandið. Og þetta náttúrulega gríðalegt svekkelsi. Þetta þú líka búin að tala síðan þessi ríkisstjórn samkvæmt hér fór að gera ekki neitt. Einmitt. En samt er flokkurinn ekki að uppskera neitt í samræmi við það? Víða mjög mikið, en hins vegar hérna umræðan búin að vera alveg stöðugt í margar vikur fyrir kosningar, stjórnmálastéttin og fjórflokkurinn. Það engin greinarmunur gerður á þessum fjórum flokkum. Þannig að meiri segja vinstri grænir sem að höfðu ekki einu sinni komið að ríkisstjórn síðustu áratugina. Að þeim refsað líka. Þú varst búin að vera til í áratugina. Já, ég tala ekki það, voru ekki einu sinni til Þannig að þessum flokkum öllum steypt saman í eitt og refsað sem einni heild. Menn svona fá útrásvonandi í þessum kosningum. En þetta náttúrulega ótrúlega... ekki samt umhugsunarefni? Þið eruð eini flokkur sem hafi skipt út allri flokksforystunni, gerði það fyrir 1,5 ára síðan. Þið eru með nýtt fólk, nýjan lista í Reykjavík. Og samkvæmt nýjustu tölum þið með 2,9% fylgi. En það reynda líka á vissanátt kannski vandamál fyrir okkur vegna þess að þar var oddvitan að skipta út og má segja að það hafi verið skilið eftir sig sár. Skilið eftir sig veruleg sár, ekki nóg með það, heldur fyrir síðan sem var í öðru sæti af listanum vegna þess að menn vildu fyrir alla muni tryggja að það veri engin tenging við þessa rannsóknarskýrslu. En þannig að það hefur áhrif og þegar svo bætist við þetta nýja framboð sem að ná þessum ótrúlega árangri að þá náttúrulega verður einhvað undan að láta. En á heildina litið þá þó Framsókn að njóta þess að hafa farið í endurnýjun með því að hún að koma skást út úr þessu af þessum margumrædda fjórflokki og næra vega upp fylgið utan þessa þéttbýliskjarna á höfuðborgarsvæðinu, næra vega upp það sem gerist í Reykjavík og það við séum aftur að bjóða fram á stórum stöðum þar sem við höfum haft tiltölu fylgi eins og Garðabæ og Seltjarnarnesi. Þannig að aðri staðir utan svona þessa þéttasta höfuðborgarsvæðis meðal annars Reykjanesbær og Akranes og svo allt landið ná að vega þetta upp. Ertu þá að undanskilja Framsóknarflokkinn við þessar umræður sem verið hér að þetta sé áfall fyrir og ég nota það bara einu sinni þennan fjórflokk. Viltu undanskilja hann undan þessu? Nei, augljóslega þetta áfall fyrir fjórflokkinn. En til þess að ekki að jafn miklu leyti en þegar hann flokkaður á sama hátt og allir flokkarnir setti saman í einn hóp þá þeim öllum refsað saman. En þó sjáum við að þessi endurnýjun og það starf sem tekur langan tíma, það þó byrjað að skila sér í því að við förum betur út úr þessu en aðrir. Bjarni Benediktsson, hann komið að þér. Þið eins og við sjáum hérna stóru myndinni, þetta fylgi flokksins í Reykjavík í sögulegu lágmarki. Það stórtap, stórskellur Akureyri. Þið bætið við ykkur svo annar staðar, en staðan ekki góð. Já, nú það þannig að það var kosið hér á Íslandi fyrir ári síðan og þá vorum við að kjósa í kjölfar hrunsins. Þá fékk Sjálfstæðisflokkurinn sína verstu kosningu í 80 ára sögu sinni. Við erum að sjá núna tölur sem allt annars eðlis heldur en þar var. Það rétt sem hún segir að við erum auðvitað ekki ánægð með það að fá þessa vondu kosningu í Reykjavík þegar borið saman við söguna.
en þetta miklu betri tölur heldur við vorum að horfa á í síðustu kosningum. Miklu betri? Já. Þetta talsvert umfram það sem að við sáum í sveitarstjórnarkosningunum fyrir þingkosningunum fyrir Reykjavíkurkjördæmi, talsvert mikið betra, og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið þar í sókn og hann þó með 5 borgarfulltrúa og af þessum hefðbundnum flokkum með langsterkasta stöðuna. Og mér finnst ekki hægt að tala úrslitin í þessum sveitarstjórnarkosningum eins og skauta bara yfir öll þessi fjölmörgu sveitarfélög þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meirihluta. Hann að sækja styrk meira segja þar sem hann var fyrir með hreinan meirihluta. Sjálfstæðisflokkurinn að vinna ný vígi. Það engin flokkur og Akureyri þeir að tapa mörgum stöðum. En Helgi, nefndu mér eitt flokk á Íslandi sem að vinna jafn mörg vígi eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Hann ekki til. Sjálfstæðisflokkurinn í mikilli sókn í þessum kosningum. Þegar borðið saman við það hvað gerðist hér eftir hrunið. Við auðvitað ennþá í miðju verkefninu að vinna okkur út úr erfiðu efnahagsástandi og það ber merki í þessum niðurstöðum. Ætlar þá Sjálfstæðisflokkurinn og undir þinni stjórn að undanskilja sig þegar verið að túlka úrslit kosninganna þannig að þau hafa verið áfall fyrir þessa flokka? Mitt stóra áfall var á árinu 2009. Ekki núna? Við í sókn með þá stöðu sem vorum í eftir kosningan 2009. Við erum með 60% í Garðabænum, með hreinan meirihluta í Reykjanesbæ. Við erum að bæta við okkur 2 mönnum í Hafnarfirði. Þegar við erum... þetta ekki varnir? Þið hafið alltaf verið sterkir á þessu stöðu. Já, það ekki hægt að tala svona. Það ekki hægt að tala svona eins og það sé bara sjálfsagt mál að Sjálfstæðisflokkurinn sé með hreinan meirihluta í hverju sveitarfélaginu á fætur öðru. Þið ekki verið að reyna að halda því fram hér að það sé eitthvað stórkostlegt nýtt búið að gerast? Að það sé bara ekkert eins og áður var? En svo í hinu orðinu þá segja menn, já það bara sjálfsagt og eðlilegt að Sjálfstæðisflokkurinn sé með hreinan meirihluta og sé að bæta við sér fulltrúum hér og hvar. Þetta ekki svona. Þegar við erum í Vestmannaeyjum, við erum í Árborg að vinna nýja sigra, það eru vinstri flokkarnir sem eru stór tapa í þessum kosningum. Hvar eru vinstri flokkarnir að ná einhverjum árangri? Og vinstri sveifla í landinu á síðasta ári, hún bara horfin. Hún horfin vegna þess að vinstri flokkarnir ekkert að gera. Bjarni, hvernig lest þú þessi skilaboð í þessum stóru sveitarfélögum eins og Reykjavík og Akureyri? Hvernig lest þú í þessi skilaboð? Þú ert formaður í flokknum, ert að sækjast eftir endurkjör eftir mánuð. Hvernig tekur þú þessi skilaboð frá kjósendum? Ég tók við sem formaður fyrir ári síðan og ég gerði mig grein fyrir því ég var að taka við gríðarlega erfiðu verkefni sem var að endurheimta traust. Ég var með engar væntingar að það myndi endurheimtast á 12 mánuðum á 1 ári. Að öllu leyti fyrir þessa sveitarstjórnarkosningar. Ég líti á þessu langtímaverkefni, ég tel að við séum á réttri leið, við erum að sýna mikinn styrk í þessum kosningum víða, en að sjálfsögðu hlusta ég á skilaboðin sem að birtast í þessum sögulegu tíðundum í Reykjavík. Já, það erfitt að lesa í skilaboðin frá framboði sem að býður sig fram til að byrja með í gríni, eins og bestiflokkurinn að gera. Og breytist síðan yfir í flokk sem að svarar einhver spurningum að veit ég ekki hvort að koma eða fara. En skilaboðin auðvitað vonbrigði og mér finnst menn ganga býsna langt í því að telja hér verða einhver mikil kaflaskil í sögu stjórnmálaflokka á Íslandi vegna þess að í grunninn þetta ekkert flókið. Í grunninn það þannig að fólk tiltölulega sátt þegar það gengur vel og þegar það gengur illa eins og gerði árið 2009 og hefur gengið fram inn á árið 2010, þá fólk tiltölulega ósátt. En þetta ekki krafa breytingar eins og hér hefur komið fram? Já, það auðvitað krafa það að stjórnmálaflokkarnir hysji upp sér brækurnar og fara að gera betur fyrir fólki í landinu. Og það það sem að kjósendur í Reykjavík eru greinilega að segja. Við erum ekki sátt við framlag stjórnmálaflokkana í okkar þágu. Sjálfstæðisflokkurinn hlustar að sjálfsögðu eftir því, en við erum að sækja traust með við það sem gerðist. Það ekki hægt að bera kosningarnar núna sama við það sem var síðast í borgarstjórnarkosningum eins og hér hafi ekki orðið neitt hrun í millitíðinni. Það þetta algjörlega fráleitt. Birgitta, þið í hreyfingunni sem að hérna áður borgarhreyfingi, þið voru kosin inn á þing fyrir ekki löngu síðan. Svona vissan hátt svipað og bestiflokkurinn að gera nú ná fleiri stjórnmálaöfl sem eru eins og L-listinn fyrir norðan sem eru ekki tengt þessum hefðbundu stjórnmálaflokkum. Það flosnaði nú fljótlega upp úr þessu hjá ykkur, þó þið séu nú ennþá að minnsta kosti 3 saman inn á þingi. Hvað heldur þú með bestaflokkin? Mér langar samt aðeins að bæta einu hérna við varðandi uppflosninu alltaf og það var mjög mikið hamra á því að eftir það þá myndi lítil og ný framboð aldrei eiga möguleika að bjóða fram aftur og þetta náttúrulega hérna sem betur fer reyndist það ekki rétt. Og mér finnst kannski það frábærasta við að þessi nýju öfl
sé að fá svona mikinn stuðning í raun og veru það að þarna erum við með fólk sem ekki alið upp í flokkspólitíkinni. Þetta eru einstaklingar sem koma nánast á götunni með allt aðra sýn á hvernig eigi að vinna verkefni. Og vonandi þá hægt að vinna verkefni. Hvaða sýn það nákvæmlega sem besti flokkurinn hefur sett fram? Hefur þú orðið mikið vör við það? Já, allavega svona það sem ég hef rætt við það fólk sem ég hef kannast við í þeim flokki, að þá ræða þau að vinna þetta kannski ekki ósvipað og við höfum gert að vera sem sagt þverpólitísk og einbeita okkur á málefnunum og faglegheitunum í kringu að nýta okkur þáttum eins og við höfum gert að fá fólki nefndir sem að tengist ekki hreyfingunni, heldur að finna besta fólkið í samfélaginu í nefndir. Og hvernig metur þú sér viðtölum sem við varum að taka við forystumann flokksins eins og Jón Gnarr sem svarar okkur, oft út á suður og oft vitum við ekkert hvert hann að fara. Hann bara að svara eins og pólitíkus að svara, hann að gefa ákveðna spegilmynd á, ég meina, erum við einhverju nær eftir þessi samræður í kvöld? Vitum við eitthvað hvernig flokkarnir ætla að bregðast við þessum niðurstöðum í stærstu sveitarfélögum landsins? Nei, við skulum kannski koma okkur að því núna. Rauða spjaldi sem búið að vera að senda stjórnvöldum og stjórnmálaflokkunum eins og þið eru öll að tala Þið sitið í ríkisstjórn, það vaxandi núningur á milli ykkar flokka og hvert málið á fætur öðru sem að þið eruð ósammála og komið ekki í gegn. Hvernig getið þið tekið til ykkar sem oddvitar ríkisstjórnarinnar sem hafi verið það í rétt ár? Sko, við erum búin að sitja í ríkisstjórn í tæpt 1,5 ári, það ekki? Já, þið voru kosin fyrir ári. Já, en við byrjuðum á 1. febrúar 2009. Tókum við gríðarlega erfiðu verkefni. Við veitum allt það, við erum bara að tala frá þessum tíma. Á ég ekki að fá að svara? En bara spurningunni sem beint til þín, sem svo, hvernig ætlaði að bregðast til? Já, ég ætla að segja það, að mér finnst mér svolítið vera að gleyma við hvað verið að glíma á Íslandi í dag. Það í sjálfu sér ekkert skrítið vegna þeirra óskapa sem hér hafa gerst og vegna þess hversu erfið verkefnin eru og vegna þess að það þarf að taka mjög stórar og sársaukafullar ákvarðanir niðurskurð og skattahækkanir en að ríkisstjórnarflokkar væri í vörn. Samt útkoma þessara kosninga ekki svo að við séum að fá eitthvað meiri áfellisdóm heldur en í sjálfs í stjórnarandstöðuflokkarnir. Það eru sterk skilaboð óánægju, reiði, gremju, fólkin sérstaklega í úrslitunum í Reykjavík og Akureyri. Já, þið eruð að fá skýr skilaboð, báðir flokkar. Við erum að gera okkar besta við að koma landinu í gegnum mikla erfiðleika og ég vil fá að segja sveitarstjórnarmálin. Mér mjög umhugað það að það takist vel á næstu dögum og vikum að vinna úr úrslitum þessara kosninga. Þau eru eins og þau eru og við getum ekki túlka þau út og suður, þau eru bara eins og þau eru. En það þarf að mynda í sveitarfélögunum starfhæfa meirihluta eða stjórnir. Finnst þér þetta kalla á kosningar þessi skellur? Vegna þess að það líka erfitt verkefni framundan í sveitarfélögunum í landinu og það skiptir gríðarlega miklu máli að takist þar vel til. En finnst þér þetta kalla á kosningar? Því að það eru þetta verið að þessi flokkar eru að fá mikinn skell, ekki bara hérna í þessum tveimur stóru sveitarfélögum sem við erum búin að tala og svo í Kópavogi þetta, heldur líka kjörsóknin, þar sem að þessi 4 flokkar eru einir að bjóða fram saman, það bendir margt til þess að hún sé bara hreinlega verri heldur en annars staðar. Já, hún dræm, það rétt og það áhyggjuefni. Það áhyggjuefni þau skilaboð sem ég hafi koma bara fyrir hönd lýðræðisins og fyrir hönd málefnabundinna stjórnmála. Því þetta auðvitað snúast, ég tek undir það með Sigmundi Davíð, það sem maður hefur í og með áhyggjur af að málefnin og mismunandi stefnur og mismunandi lausnir hafi ekki fengið næga athygli í þessum kosningum. Því það á þetta snúast. Þetta voru 4. kosningarnar á Íslandi á tæpum 3 árum. Og ég ekki viss að það sem við höfum mest á að halda séu þar 5. eða 7. Ef við kjósum nú til stjórnlagaþings kannski síðar á árinu, að það sé þá ekki verið að koma í gott í bíli af kosningum. Sko, ég vil segja það að það alveg ljóst að landsmálinu þeir erfiðleikar sem við höfum við að glíma þar að þau hafa haft áhrif í sveitarstjórnarkosningunum núna og þess vegna það mjög ósanngjarnt ýmis úrslit sem að hafa komið fram til dæmis hjá samfylkingarfólki í sveitarfélögunum sem hafa staðið sig vel. Og ég vil segja það að mér finnst bæði Sigmundur og Bjarni túlka þessi úrslit eða eins og staðin núna af nokkrum hroka. En betur, varst þú ekki sjálf að segja að það veri ósanngjarnt hvernig kjósendur að bregðast við því hvernig þið eru stjórnað? Lof mér að klára, af nokkrum hroka þegar til dæmis sjálfstæðismenn að bíða afhróð, að versta afhróð sem það fengi í Reykjavík, Kópavogi og Akureyri
og síðan Framsóknarflokkurinn að hann nú næstum að hverfa hér að suðvesturhorninu, en enga síður eins og ég sagði hér áðan hljótum að taka þessa niðurstöðu mjög alvarlega, þessi úrslit sem Hvernig ætlar að taka hann alvarlega og hvernig ætlar að bregðast við honum? Reiknið með þurfið ekki að fara bara hreinlega að taka til í þessum flokkum og þarf ekki bara, hvað segir að kjósa upp á nýtt? Ég held að sé nú að fyrsta sem við gerum áður en við förum að úttala okkur hérna í beinni útsendingu hvernig við ætlum að bregðast við þessar niðurstöðu, að tala við okkar fólk. Ég minna á það að það nú nefnd starfandi á okkar vegum umbótanefnd sem að skoða stöðu flokksins og hvernig ná að bregðast við. Við munum auðvitað fara yfir þessa stöðu en ég viðurkenni það alveg að þetta alvarleg staða uppi í pólitíkinni og þetta eru viðbrögð sem að núna koma fram þegar að þessir flokkar, uppreisna flokkar hægt að kalla það þá, eru konur með þriðjungs fylgi eins og kemur fram hér á landsvísu. Það verður maður að spyrja hérna meginn áður við höldum lengra við, það allt eftir þessi núningur sem í þessari ríkisstjórn, þið í stjórnarandstöðunni hafið ekki verið að sýna henni nægilegt aðhald. Sýnist ykkur stefna í að það verði boðað til kosninga fyrir en seinna út frá þeirri niðurstöðu sem blasir við og þess að við vitum núna á þessari stundu? Já, ég hlæði nú eins og Steingrímur þú segir að við höfum ekki veitt nægilegt aðhald. Frekar verið kvartandi því að við séum svo gagnrýnin á ríkisstjórn. Já, hún situr en. Já, þú þetta meina okkur hefur ekki tekist að fella hana. Nákvæmlega. Já, það rétt, þetta ætti að vera búið að fella hana eins og hún hefur staðið sig. Og það annað tvennu sem þarf að gerast. Annarkvort þarf að koma hér á starfhæfri ríkisstjórn sem fer að taka á öllum þessum vandamálum sem við stöndum frammi fyrir í stað þess allsstaðar að fresta vandanum eða líta fram hjá honum. Annarkvort það eða kosningar. Það getur vel verið að fólk sé orðið þreytt á kosningum og sé ekki tilbúið það alveg strax. En þetta gengur ekki svona áfram við landsmálin. Eins og við sjáum nú mjög glögglega á þessari niðurstöðu. Og það í raun ákveðin léttir að þegar svona róttækir hlutir gerast í pólitíkin eins og hérna í Reykjavík, að þá skuli menn vera að kjósa að minnstakosti grínframboð. Því að það hefði allt eins geta gerst að þetta hefði farið einhverja auka í aðra hvora áttina til hægri eða vinstri. Þegar að svona mikið umrót í samfélaginu. Það má segja að þetta sé ákveðin svona viðvörun og menn verði vissulega að bregðast við því. En til þess að pólitíkin geti lagast, þá þurfa stjórnmálamenn að laga ýmislegt hjá sér, en umræða stjórnmál þarf líka að breyta töluvert. Og kannski fæði að koma aðeins betur það eftir. Nei, Bjarni, örstutt. Hver spurningin? Nú það sem vorum að tala viltu sérðu fyrir því að verði búið til kosninga hér fyrir en setna í ljósi þessar stöðu sem uppi í stjórnmálunum hér núna, með það sem við vitum? Ég held að það sé ekki sjálfgefið að það verði kosið til þings vegna þess sem að gerast núna á sveitarstjórnarstiginu. Fylgi flokkana, út frá fylgi flokkana. Já, það fer auðvitað fyrst og fremst eftir því hvort að ríkisstjórnin verður áfram í þessum vandræðagangi sem hefur verið með stöðuleika sáttmálann og samkomulag við aðila vinnumarkaðarins í uppnámi og innbyrðis átök. Slík ríkisstjórn getur auðvitað ekki haldið út lengi en mér finnst, eins og ég sagði áðan, vera mikil tíðindi í því að fyrir ári, þegar við sátum hér í þessu stúdíói og vorum að túlka niðurstöður þingkosninga, þá voru allir sammála það að vera mikil vinstri sveifla í landinu. Ég verð ekki var við hana núna. Ég ekki með neitt hroka þegar ég að lýsa því að við erum ánægðir í Sjálfstæðisflokknum og ánægð að halda meirihluta, vinna ný vígi, ná hreinu meirihluta á mörgum stöðum eins og Álftanesi og í Mosfellsbæ og við erum að ná góðum árangur í Garðinum. En þú telur allavega ekki að þetta muni fara inn í landsmáli strax þessi niðurstaða sem... Mér finnst það ekki sjálfgefið en vinstri flokkarnir eru í sárum eftir þessar kosningar. Birgitta, örstutt til Já, ég held bara að allir flokkarnir, þessi svokallega fjórflokkur sé í sárum og þurfi virkilega aðeins að endurskoða það hvernig þeir vinna og ég kalla líka eftir því sem ég kallaði nú eftir ICER-kosningarna, það sé meiri samvinna á milli flokkana. Við erum einhvern veginn í þannig ástandi að það absúrt að sé verið að rífast hver í ökumaðurinn í sjúkrabílnum á vettvang og ég skora bara á alla sem eru hérna að fara að gera eitthvað í þessu út. Ég hefur ekkert gerst síðan eftir ICER-kosningarna með betri samvinnu. Ég held að næstu kosningar sem hefur verið í haust og það hefur verið kosningar til stjórnlagaþings. Ég held að þetta sé ákall meðal annars það. Ég held að sé líka mjög mikilvægt að við skoðum á almenning að veita stjórnmálaflokkunum betra aðhald. Að það dugi ekki bara að fara að kjósa 4 fresti hvort sem það í bæjarmálum eða á landsvísu. Mér finnst nú, við vorum að kjósa til sveitarstjórna á Íslandi í dag. Og mér finnst við ættu nú að sýna þeim þá virðingu að leyfa mönnum svona nokkurn veginn að klára að telja áður en að við erum komin út í aðra sálma. Ég ætla ekki einu svona að svara þessum
skætingi frá þeim félögum Bjarna og Sigmundi í garð ríkisstjórnarinnar og reyndar fleiri sem að endalaust benda á hana. Og þetta endar aldrei. Eins og að eina vandamál Íslendinga, býtu, eins og að eina vandamál okkar Íslendinga sé ríkisstjórnin. En gerðist ekki eitthvað hérna á Íslandi sem við erum enn að vinna úr? Jú, við erum hins vegar búin að ræða það nú. Er það ekki verkefnið að koma okkur áfram og út úr þessu sem skiptir öllu máli? Og sveitarfélögin skipta þar líka miklu máli. Og við sjáum hvernig það gengur. Ríki og sveitarfélögin þurfa að vinna vel saman. Þess vegna skiptir máli að það vinnist vel úr þessum kosningum, að veri starfhæfir meirihlutar í sveitarstjórnunum, því að við þurfum að hjálpa stað við þetta, ríki og sveitarfélög og allar máttastöður í samfélaginu. Loka orðin í bili, þakka ykkur formenn og oddvitar hérna kærlega fyrir kominu í sjónvarpssal og við gerum örstutt hlé.